Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Við ætlum að færa okkur aðeins yfir í myndlistina. Hún Hrönn Einarsdóttir er komin til mín en hún hefur verið að mála mjög svona afgerandi og glaðlegar myndir. Velkomin í þáttinn. Takk. Viltu segja mér aðeins bara svona þinn kannski ferill, þú veist? Hvað ertu menntuð? Hvernig hefur þetta verið? Ég fer ekki í myndlisskólann fyrir eftir fertugt. Nú, hvað varstu að gera fram á því? Ég var bara alveg börn. Já. Ég flosnaði mjög snemma upp úr skóla, mér leið bara alltaf illa í skóla og svo bara þegar börnin var stór þá fór ég sko að vinna í sjálfri mér. Já. Og þá kemst ég kannski að því af hverju mér leið ekki vel. Já. Og greindist með athyglisbrest. Já. Og upp úr því þá fór ég svona bara meira leita eftir því sem ég langaði og hérna. Að finna þig svolítið? Já. Og fannst þig í myndlistinni? Ég fann mig í myndlistinni. Ég hafði reyndað sem barn alltaf, ég ólst upp við mikla myndlist og sköpun. Já. Mikið sköpun á heimilinu. Já. Pabbi þinn myndlistakennari og mamma þinn mikið að leyfa ykkur að sulla eins og mamma leyfa ykkur að sulla mikið og hérna, við vorum mjög frjáls. Já. Stór systkinahópur sem fekk að grallar að spóast svolítið. Já. Og þá ferði myndlistin hérna á Akureyri þá? Já, ég fór í myndlistarskólann á Akureyri. Ég byrjaði á því að fara í svona nokkra áfanga í verkmenntaskólanum. Já. Frábæri kennara þar. Og upp úr því þá fór ég 3 ára nám í myndlistarskólanum, fagurlistadeild. Og síðan þá hefur verið málandi? Já. Já. Frábært. Og þetta eru svolítið svona litsterkar myndir, eða er það bara kannski núna nýlega? Það nú búið að vera dálítið lengi, sko. Dálítið lengi, já. Þær hafa ekkert alltaf verið það. Nei. Fyrst þegar ég var að byrja, þá ég til dæmis prófaði að taka Rítalín nokkra tíma og ég kalla myndina sem ég gerði það Rítalín-myndina, allt öðru sig. Hvernig komu þær út? Það eru svolítið villtar svona, það eru ekki, það er jarðlitur sko. Já. Börnin mín segja mér ofta, ég skulle bara byrja aftur á því, það sé flottast tímabilið. En þeim finnst það betri myndir? Já. Þannig að þú varst á Rítalíni? Nei, bara í nokkra vikur. Og hentaði það ekki? Ég bara hugsaði mig, ég er búin að vera svona svo lengi. Já. Og en mér fannst rosalega gott að fá grein af hverju. Já. Ég hafði... Og það hefur kannski skýrt af hverju þú flosnaðir upp úr skóla? Já, og af hverju mér leiði ekki vel. Nei. Akkurat. En svo hefur verið að gefa myndirna einar eða ágóðan á myndunum í svona góð málefni? Já, ég hef gert það svona 1 til 2 ári undanfarið. Fyrsta myndin, hún var eina myndin sem ég gerði til þess að selja það var til Palestínu. Já. Og hún var í palestínsku fánalitunum og ísraelsku. Já. Og hún seldist ekki. Nú, hvuslar? En svo kom hún svona upp á Facebook sem minning. Já. Og ég sett hana 2 mánuði seinna aftur. Og þá vildu fleiri fá hana heldur en. Já. Og svo eftir það, þá hefur alltaf gengið mjög vel að selja þessar myndir og leggja svo ágóðan á eitthvað gott málefni. Já, sko, ég tek ekki peningin. Nei. Peningurinn er lagður inn til á reikning viðkomandi og bara sýnt kvittun á myndina af. Sniðu ertu. Og þetta ertu búin að gera nokkur ár, segirðu? Já. Og núna í ár er mynd til sölu, ekki satt? Og segðu okkur aðeins hvert sá ágóði rennur. Hún á að renna til hjóna sem að lenti miklum erfiðleikum. Ragnar Snær Njálsson og Fanny Eiríksdóttir. Hún greindist með leghálskrabbamein þegar hún var langt, eða ekki langt gengin, ætli hún hafi gerið svona hálnu með meðgöngu og þurfti mikla og erfiða aðgerð. Já. Og síðan þurfti hún að fæða barnið til þess að geta haldið áfram. Svolítið vel fyrir tímann. Já, og það er ábyggilega mjög erfitt hjá þeim og í kringum þau. Og svo þurfti hún að fara í meðferð. Já, hún er í mikilli meðferð og barnið nýbúið. Og það er styrktarreikningur sem við ætlum að birta hérna á síðunni, eða undir þessu viðtali sem að fólk getur lagt beint inn á. En svo er líka myndin sem við ætlum að sýna hérna, hún er til sölu og ágóðin 120.000. 120.000. Þetta er beint inn á þennan reikning. 100 sinnum 80. En það kannski, ég vil bara segja að það kannski betra að láta mig vita ef einhver ætlar að leggja inn, svo að sé ekki margir búin að leggja inn. Og svo er bara ein mynd. Já, akkurat. Þannig að þú þetta vera svona með í ráðum. Já. Og þetta, allar myndirna einar, þú birtir þær á Facebook síðunni.
bara frábært að fá þig í þáttinn og gangið þér svakalega vel. Þú varst með sýningu í Bergi, hún búin, Berg á Dalvík. Hún kláraðist mánaðamótin. Já. Var það sölusýning? Já. Og gekk vel? Já, hún gekk ágætlega. Já. Og ertu með einhver plön fyrir framtíðina? Einhver svona sýningaplön í farvatninu? Nei, það er ekkert. Ekkert í næstunni? Er þetta ekki líka svolítið átak svona sýning, þú veist? Já, mér finnst ágætt að hafa af og til, en það er mjög gott að vera ekkert alltaf með sýningar. Fólk getur alltaf haft samband við mig og keypt myndir. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn og gangið þér vel. Takk fyrir mig.